hefð í fjölskyldunni minni, mömmu megin, að vera með þessa álfa bara út allt í eldhúsinu, stofunni. Heldur þetta sé dýrt og ég að klippa þá út. Það ekkert eðlilega erfitt. Maður þarf alveg að fara bara alveg allar útlínurnar. En ég fekk þetta í jólagjöf á síðasta ári frá frænku minni. Þannig ég að fara að nota þetta í fyrsta sinn núna í ár. En flensan svo sannlega mætt hér á bæ. Í gærmorgun vaknaði ég bara ógeðslega sinna upp og búin að vera með hita og hálsbólgu og bara þessa flensu. Oliver ennþá sofandi. Klukkan að ganga 1, hann bara búin að vera að sofa til 2 alla dagar sinns þetta, hann svo lasinn. Mér líður svona allt í lagi núna, ég bara svona slöpp. Þannig að ég ætla að sitja aðeins hérna frammi og horfa á jólamynd og klippa út. Ég verður bara að afsaka hvað ég ekki fersk í þessu vídeói. Mér langar nefnilega svo ekki, mér langar ekki að beila á að posta vídeó þótt ég sé lasinn. Þannig langar svona að reyna að gefa ykkur eitthvað þótt að ég veit ekki hversu skemmtilegt þetta verði. En ég búin að gera lista í docs af öllum bestu jólamyndunum og til dæmis Deck the Hall sem ég að pæla að horfa á núna. Það svona nokkra myndir sem að mér langar að spara þá til að kemur nær jólum. En ég byrjuði að horfa á svona Netflix myndirnar og mér langar svolítið að horfa þessu núna. Þannig ég ætla að horfa og klippa út. Smá íspása fyrir hálsinn. Tók við 17 mínútur að klippa þennan út. On to the next one. Góðan daginn. Ég komin með sítrónu og engiferté. Ég búin að vera í allan dag bara, ég ekki að fara að posta vídeo í dag. Bara ég bara oflasin, þetta ekkert skemmtilegt vídeo. Ég held bara ég myndi ekki ná að koma mér einhvern veginn fyrir fram að myndaöluna. Oliver sofandi eins og hann ennþá lasinn líka og Brynjar í prófi. Ég bara eitthvað ein hérna frammi og mér líður alltaf lægi, verkjalyfin að virka at the moment. Ég ákvað að ég ætla að segja ykkur 8 staðreyndir mig. Það að trenda á TikTok. Vá, ég ekki búin að posta á TikTok í svona næstu í mánuði eitthvað. Mér finnst TikTok svo leiðilegt núna, mér svo leiðilegt að posta á TikTok. Ég ætla að taka þetta TikTok trend yfir á YouTube og leyfa ykkur að kynnast mér aðeins betur. Það ekki bara að fara beint í þetta. Staðreynd 1. Ég ólst upp í Laugardalnum, fyrir þá sem að vita ekki. Mér fannst þetta skemmtileg staðreynd fyrir þá kannski svona sem að horfa og ég kannski úr Laugardalnum og vissu ekki að ég fellow Laugardals member og ég var í Laugarnes og Laugalækjarskóla. Þetta svona sami skólinn. Þannig ég var í Laugalækjarskóla. Þannig ef einhver hérna að horfa sem að eða var í Laugalækjarskóla, shout out. Staðreynd 2. Ég með þjálfara réttindi, gráðu, hvað sem maður á að kalla. Ég basically með level 3, personal trainer, circuit trainer og ketilbjöllu trainer. Og ég fór í nám hjá spænskum þjálfaraskóla sem var drullu erfitt. Þetta var alveg bara langt nám og ég þurfti að enda á því að fara út til Spánar og taka verklega próf til þess að fá þessi réttindi og eitthvað. Og þetta var fyrir 5 árum og ég ekki gert neitt með þessi réttindi. Staðreynd númer 3. Ég heimsótt 18 lönd ef ég að telja þetta rétt og ég skal setja löndin upp hér einhver forritin. Ég var algjör ferðalangur áður en að bara, ég myndi segja bara áður en að COVID byrjaði. Ég byrjaði með Brynjari í COVID og eignaðist barn í COVID. En áður en allt það var, þá bara ég elskaði að ferðast og mér langaði bara að vera alltaf að ferðast og mér langaði að búa erlendis og nú ég bara ógeðslega heimakær og bara sem í flugurhrædd og bara elska að búa í Íslandi. Staðreynd 4. Ég búin að vera edrú í 1,5 ár síðan í ágúst 2024 og ég held ég að tala það einu sinni en áður, bara svona, þetta var eiginlega bara svona eftir að ég varð mamma, þá, ég veit ekki, ég bara breytti svo ógeðslega mikið. Tilhugsunin að vera full gefur bara svona innilokunarkennd og bara þingan eitthvað sem ég bara meika ekki lengur. Smökkum þetta te. Ég ekki mikil tekona en þetta alltaf lagi. Staðreynd númer 5.
Ég fór út sem au pair til Ítalíu árið 2016 og var að passa hunda. Ok, þetta er alveg smá fyndið. Ég sem sagt sótti að fara út í skiptinám og var hafnað sem að bara, ok, já. Þannig ég byrjaði að sækja sem au pair og ég fekk bara eitthvað besta gig sem ég hefði getað fengið. Ég sem sagt fór til fjölskyldu sem átti 2 ógeðslega sæta bígulshunda. Ég er smá skrítið svona að útskýra þetta. Basically, þau vildu fá skiptinema sem myndi hjálpa þeim með hundana sína. Nema konan, húsmamma mín, elskaði að labba með hundana sína, þannig ég þurfti aldrei að gera það. Ekki nema þegar hún var bara ógeðslega upptekin. Hún var kennari, þannig ég fekk að fara í skóla þarna úti, bara eitthvað til þess að kynnast krökkum. Ég átti hóstbróður sem var 1 ári yngri en ég og ég var bara alltaf með honum og vinum hans. Ég segi alltaf að ég fór út sem skiptinemi en ég fór út sem au pair. Tæknilega séð. Já, til Ítalíu á Sardinia sem er bara draumastaður, bara uppáhaldsstaður minn í heiminum. Ég bjó úti í 6 mánuði og svo eftir það var ég bara alltaf að heimsækja og ég fór og eyddi bara 2 næstu sumrum þar úti og bara ég elskast það svo mikið og svo langt sem ég fór þangað því ég verði að fara að heimsækja hann aftur. Næsta staðreynd. Ég átti heim á Akureyri í tæplega 9 mánuði. En við fórum sem sagt, fluttum til Akureyrar, ég og Brynjar saman og leigðum íbúð og menn hann var í námi og Oliver fæddist á Akureyri. Næst sem staðreyndin, ég er búin að vera grænmetisæta eins og þau örugglega mörg vita í 10,5 ár en smakkaði kjöt í fyrsta sinn á þessu ári. Ef einhver var að spást ég væri hægt að vera grænmetisæta út og ég gerði hana borða kjötvídeóið, þá nei, ég er enda grænmetisæta. Seinasta sem er smá juicy hérna fact og kannski einhverju sem náttúrulega þekkja mig veit þetta. Ég hét ekki Andrea fyrr en ég var 18 ára. Og ég veit ekki hvort ég fara eitthvað nánar út í þetta eða hvort ég bara leave you hanging en þetta er alltaf fact. Ég hét ekki Andrea fyrr en ég var 18 ára. En svo setti ég inn spurningabóks og ég fekk reyndar ekkert mjög margar spurningar því stóðu ykkur ekki alveg nógu vel. Hvaða lönd hefur þú heimsótt og topp 3 uppáhalds? Ég setja bara eftir listan hérna upp. Þetta er öll lönd sem ég hef heimsótt. Uppáhaldslöndi mín er Thailand, Ítalía og kannski bara Danmörk. Er það boring svar? Ég elska Norðurlöndin. Ég væri alveg gæti að ímynda mér að búa í Danmörku. Það er svona svo boring svar að segja Danmörk. Ítalía, Thailand og Bandaríkin sem að örugglega systir mín er að horfa á þetta og bara what? En málið með Bandaríkin er ég ólst upp og bara ég vildi ekkert heitar í heiminum en að flytja til Bandaríkjanna. Mér dreymdi það alla daga. Og svo náttúrulega Bandaríkin bara orðið smá fucked og eftir ég átti barn þá var ég get ekki ímynda mér að eiga barn í Bandaríkjunum. Ég elska að vera í Bandaríkjunum því ég er ekki með strákinn minn. Ef Ólfur er með mér í Bandaríkjunum þá er ég bara kvíðarúa. En ef ég er ein þá líður mér alveg vel. Segjum það bara Bandaríkin, Ítalía og Thailand. Næsta spurning, hvað er uppáhaldið þitt jólin? Ég held að uppáhaldið mitt sé bara þegar heimili er orðið ógeðslega jólalegt og ég er að horfa á jólamynd og bara smákökur. Þú veist, ég elska bara svona væpið, jólavæpið. Og já, ég elska bara jólaljósin, ég held að bara svona skreytingarna sé uppáhaldið mitt. Hvað ertu menntuð? Ég sem sagt var í menntaskólanum í Kópavogi og fór síðan í, þú veist, þetta skiptinám með au pair út til Ítalíu og þegar ég kom tilbaka þá fór ég í FA og síðan útskrifaðist ég úr fjarnámi úr FA þannig ég er með menntaskólapróf og þjálfarapróf. Hvernig kynntust þið Natalía? Við vorum akkurat að tala um daginn. Ég kynntist henni í afmæli í 10. bekk og var einhvern veginn alltaf með henni í svona sumum partíum sem var hljómar ógeðslega skringilega og þau vorum í 10. bekk. En síðan fórum við í MK saman og urðum bara ógeðslega nánar þar og við elskuðum báðast að ferðast þannig við bondum ógeðslega mikið við því og já, við urðum bara einhvern veginn alltaf nánari og nánari. Uppáhaldsæfing í ræktinni, hvernig æfingar tekurðu oftast? Ég er alltaf búin að vera mjög mikið í bara Pilates nýlega en ég passa alltaf að koma inn leg day líka, svona squats og hip thrust og eitthvað svona. Ég veit ekki, Pilates er svona uppáhaldsæfingi mín núna en ef ég á að segja bara svona eina æfingu ég elska alltaf hana hip abduction, þú veist það er svona fæturnar í tæki og fer svona sundur með hnén. Mér finnst það ógeðslega skemmtileg æfing og líka
leggpress með einum fæti, þannig að þú veist, gera einn fót í einu. Þær tvær eru bara svona, ég gera þær alltaf á leggdegi æfingum. Hvað hefur verið með marga hárliti, er seinasta spurningin. Ég hef verið svarthærð, ljóshærð, aflituð, hvíthærð, rauðhærð núna og brúnhærð. Ég hef ekki prófað neitt svona flippað, ég hef ekki prófað neitt svona eitthvað bleikt eða blátt eða eitthvað. Ég hef bara prófað svona alls konar útfærslur af þessum litum. En já, þetta voru spurningarna sem ég fekk. Ég vona að þið hafi náðu að kynnast mér aðeins betur núna á seinustu mínútunum. Ég ætla bara að fara að edita þetta vídeo, henda því upp þannig að þið fáið vídeo í dag. Ég, sko, kannski fáið ekki vídeo á morgun. Ég get ekki lofað því og því málið er, mér langar ekki að setja upp annað veikindavlogg. Það er ekkert gaman. Svo ég hugsaði svona, ok, ég get tekið upp eitt veikindavlogg, þú veist það sem ég er veik. Það er ekkert gaman að fylgjast með mér endalaust bara eitthvað heima hjá mér, lítandi svona út og bara lasin. Ef þið fáið ekki vídeo á morgun, þá vitið þið bara að ég er lasin og ég lofa að ég mun halda áfram þessu stríki þegar ég er búin að vera lasin. Þannig að ég segi bara takk fyrir að horfa. Og þetta hafi ekki verið ógeðslega leiðilegt vídeo. Við sjáumst bara kannski morgun, kannski helgina. Ég ætla að lofa að vlogga eins mikið og ég get. Ok, bye!